Við skulum vinda okkur í fyrsta málið í kvöld. Erfitt starf bíður nýs formanns Framsóknarflokksins. Því þrátt fyrir að vera í stjórnarandstöðu fylgi flokksins hrunið, illdeilur hafa sett svip sinn á flokksstarfið og formannaskipti hafa verið tíð undanfarin 2,5 ár. En hvers vegna svona bagalega komið fyrir Framsóknarflokknum sem var stórveldi í íslenskri pólitík nær alla síðustu öld? Framsóknarflokkurinn var stofnaður í sveit á tíma þegar næstum því helmingur þjóðarinnar eða helmingur þjóðarinnar bjó í sveit. Og það dugði nú flokki drjúgt að vera bændaflokkur árið 1916. Enda með því að auka fylgi sitt meðal bænda þá tókst að vera mjög stór flokkur. Og ógæfa Framsóknarflokksins náttúrulega sú síðan að bændum fer stöðugt fækkandi. Ég held að Framsóknarflokkurinn standi á miklum tímamótum akkurat núna. Það hefur verið hann hefur gengið gegnum mjög mótdrægan tíma sem eru síðustu áratugur eða síðustu 15 ár kannski. Þannig að hann hefur verið að rjátlast á hana fylgið og hann hefur verið að komast í þessa stöðu sem hann í núna. Og það eru ástæður fyrir því sem eru bæði innri átök og vandi við að endurskilgreina sig sem þéttbýlisflokk og bæði landfræðilega og eins vandi við að endurskilgreina sig svona hugmyndafræðilega. Framsóknarmenn sem fréttastofan ræddi við segja að stjórnarseta með Sjálfstæðisflokknum í 12 ár hafi reynst flokknum dýr og að Sjálfstæðisflokkurinn hafi haft lag á að eigna sér það sem vel heppnaðist í stjórnarsamstarfinu. Framsóknarflokkurinn hefur skilgreint sig sem miðjuflokk en hefur í raun alltaf skipst í vinstri og hægri arm. Halldór var hluti af svokölluðum hægri armi en Guðni var í vinstri arminum og illvegar deilur hafa verið milli þessara arma, sérstaklega síðustu árin. Seinni ár hefur líka borið mikið á óheilindum milli einstakra forystu og þingmanna og hefur ágreiningur þeirra orðið opinber margsinnis. Þetta hefur farið mjög illa með trúverðugleika flokksins að sögn Framsóknarmanna sem til þekkja. Á formannsferð tímabili Halldórs Ásgrímssonar að þá gengur flokkurinn inn í þetta vandamál. Með innri átök? Með innri átökin, já, sem að þau verða að stóru vandamáli. Og það eru margir, það ekki bara Halldóri sem sé að kenna eða þakka eða hvernig sem maður vilja hafa það, heldur það bara sem sé að hlutirnir virka þannig eða verða þannig á þessum tíma. Við talum að Framsókn geti brosa bæði til hægri og vinstri og það eru sem sé hægri og vinstri armar í flokknum sem hafa tekist á og það leiðir svolítið að þessu hlutverki flokksins sem að hann hafði alla síðustu öld að vera mótvægi við Sjálfstæðisflokk, líta á sig sem mótvægi við Sjálfstæðisflokki. Halldór veiktist af krabbameini á kjörtímabilinu 2003 til 2007 en þá hafði hann gegnt embætti utanríkisráðherra í 10 ár. Samkvæmt samtölum við Framsóknarmenn nána Halldóri hafi hann verið nánast örmagna þegar hann tók við embætti forsætisráðherra haustið 2004. Margir af nánustu samstarfsmönnum Halldórs höfðu einnig hætt í pólitík og segja sumir þeirra að óheilindin innan flokksins hafi ráðið þar mestu Þeir sem hættu á síðustu árum voru meðal annars Guðmundur Bjarnason, Finnur Ingólfsson, Árni Magnússon, Ingibjörg Pálmadóttir, Hjálmar Árnason, allt þungavíkta fólk af besta aldri og nánir samstarfsmenn Halldórs. Veikindi Halldórs bitnuðu á flokksstarfinu síðustu árin en muna megi að hann hafi nánast einn snúið við slæmri stöðu flokksins bæði fyrir kosningarnar 1999 og 2003. Stjórnunarstíll Halldórs öðruvísi heldur en stjórnunarstíll til dæmis Steingríms Hermannssonar. Steingrímur var brúarsmiður og byggði brýr milli hægri og vinstri armsins í flokknum og lék sér eiginlega að því að halda flokknum þannig saman. Hann var mikill mannasættir og náði að halda flokknum þannig saman.
Halldór hins vegar ákveður að taka þessa stefnu og keyra þessa stefnu og það sem gerist í rauninni samhliða því og stundum kennt við þessu að það breytist stjórnunarstíllinn og foringjastíllinn, ekki kannski bara hjá Halldór heldur hefur verið að breytast í íslenskri pólitík almennt. Þetta stundum kennt við foringjastjórnmála, stundum kennt við Davíð Oddsson, en ég held að það sé ekki alveg rétt því að það gerist líka til dæmis í Framsóknarflokknum hjá Halldóri og ég held að það sé sama sem að gerist og menn eru að horfa til dæmis til Samfylkingarinnar í dag. Halldór stóð fyrir ákveðna hluti í því hvernig flokkurinn ætti að snúa sér í því að vera vinsæll í þéttbýlinu. Og hluti af því var auðvitað ákveðin áhersla í Evrópumálum, hann reyndi að nútímavæða flokkinn, Halldór reyndi það raunverulega. Hópurinn í kringum Halldór hefur haft mjög sterk tök á flokknum. Ef ég reikna til þess hóp Jón Sigurðsson og Valgerður Sverrisdóttur og töluvert af fólki í kringum það. Þetta svona flokks, ef við ætlum að tala flokkseigandafélagið í Framsóknarflokknum, þá þetta sá hópur og hann hefur haft töglun og haldirnar, jafnvel þó að fyrir ákveðna sérkennilega röð viðburða að Guðni Ágústsson yrði formaður, þá má segja að svona hryggjarstykkið í flokknum hefur verið samt þessi armur Halldórs. Þannig að ég veit ekki, Halldór, þetta hefur kannski meira með það að gera að Halldór hafði ekki þessa lítilli sem að Steingrímur Hermannsson hafði. Steingrímur hafði bara eitthvað lag á því að ná til sjónvarpsáhorfenda og ná til fólk sem hann vann mjög meðvitað í, sem að kannski Halldór náði aldrei sömu tökum á. Mikla athygli vakti þegar Guðni Ágústsson, fyrrverandi formaður flokksins, lýsti kynnum sínum af Halldóri í viðtali við Jóhönnu Vigdísi Hjaltadóttur fyrir skömmu. Ég náði aldrei að kynnast honum þannig séð. Af frásögnum að dæma, nú maður bara að dæma eftir því sem heyrst hefur, að Halldór hafi ekki gengið mjög vel að tengjast svona ýmsum í flokknum og kannski sérstaklega þeim sem voru ekki alveg á hans línu og Guðni var náttúrulega aldrei það sem Halldór vildi sjá sem framtíð Framsóknarflokksins. Það lá algjörlega á hreinu í langan tíma. Framsóknarflokkurinn hefur ekki farið varhluta af spillingarumræðunni sem mjög hefur verið að magnast í þjóðfélaginu eftir hrun bankana. En hvers vegna var það að fyrir bankahrunið var flokkurinn oftar orðaður við spillingu en aðrir stjórnmálaflokkar? Umræðan einkavæðingu bankana og umræðan það að tilteknir forystumenn í flokknum sem að hverfa úr stjórnmálum yfir í viðskipti og verða þá mjög auðugir menn, að það sé eitthvað bogið við það, að Framsóknarflokkurinn hefur ekki losnað við það og þá sú umræða hefur mikið verið bundin einmitt við S-hópinn og Finn Ingólfsson og staðreyndirnar eru þær að þeir yfirgáfu flokkinn og þeir urðu velauðugir menn, margir hverjir. En spurningin var það með eðlilegum hætti að það gerist, hvernig það gerist, eða var það með óeðlilegum hætti? Hver þín skoðun? Já, ég held að það sé kannski eitthvað ýmisatriði sem eru svona spurningamerki hægt að setja við ýmislegt. Nú auðvitað sambandið farið og allt það og framhaldslíf þess í gegnum einhverjar svona eignarsamsteypur, það aftur miklu ógegnsærra mál en það hefur fengið á sig svona mjög neikvæða umræðu, þannig að ég veit nokkuð hvernig það sé í reynd. Íraksmálið reyndist Framsóknarflokknum afar erfitt mál bæði inn á við og út á við. Málið var mun erfiðara fyrir Framsókn en samstarfsflokkin í ríkisstjórn, enda hafa Framsóknarmenn löngum haft ólíka sýn á utanríkismál en Sjálfstæðisflokkurinn. Löng hefð innan flokksins fyrir andstöðu við veru hersins hér á landi og fræg var för Steingríms Hermannssonar formanns Framsóknarflokksins og forsætisráðherra til Túnis í maí 1990 til að hitta Yasser Arafat leiðtoga frelsissamtaka Palestínu PLO. Menn höfðu ekki samráð við þá sem að hefði þurft að hafa samráð við og tala út málið. Og ég eiginlega alveg viss að þessi afstaða hefði ekki verið tekin, hefði jafnvel þó ekki verið farið með þetta niður innan einstöku stofnanir flokksins hjá Framsóknarflokknum, heldur jafnvel bara eitthvað aðeins víðar í þinginu eða gert eitthvað þannig að þetta yrði ekki að þessu máli. Og ég held að Halldór hafi kannski ekki verið nægilega næmur á það að meðal stuðningsmanna flokksins þá kynni þetta mælast illa fyrir. Það ljóst að framundan baráttu upp á líf og dauða fyrir Framsóknarflokkin og eru mjög skiptar skoðanir hvernig framtíðarhorfur flokksins séu.
Sumir flokksmenn eru bjartsýnir en aðrir telja að glæst fortíð og mikil saga sé nú að snúast upp í dapurlegan lokakafla. Þetta allt öðruvísi formannskipti heldur en hafa verið og hefðbundið eru hefðbundið fyrir Framsóknarflokkinn, það sem að eru í rauninni einhver arftaki og menn hafa verið að reyna að búa til einhverja arftaka að stjórn eða forystan sem er fráfarandi forysta hefur verið að búa í haginn fyrir einhvern arftaka. Þetta gerist ekki með þessum hætti. Ég held að við komum aftur að því að þessi nýja forysta hennar býður gríðarlega erfitt verk við að byggja upp flokkinn. Til dæmis, af hverju vildi Valgerður Sverrisdóttir ekki verða formaður, sem hefði svona að sumu-leyti blasað við. Af hverju gat flokkurinn ekki sett sig við Siv Friðleifsdóttir sem formann. Það eru svona hluti til sko fortíðarvandi flokksins, hvar hann hefur verið og hluti til þessi langa illdeilna saga sem gerir það verkum sennilega. Það er erfitt að finna formann sem uppfyllir sko allar þær væntingar sem þú hefur haft í gegnum tíðina til formanns Framsóknarflokksins.